Öll kórónuveirusýnin sem tekin voru úr ráðherrum ríkisstjórnarinnar í gær reyndust neikvæð. Heildarfjöldi smita í ágúst er nærri fimmfalt lægri en á sama tímabili í mars og apríl. 9 greindust með COVID-19 í gær. Harðari aðgerðir á landamærum slökktu vonir ferðaþjónustufyrirtækja að geta endurráðið starfsfólk í haust. Ferðamálaráðherra segir gagnrýnina skiljanlega og kallar eftir úttekt. Á meðan hertar sóttvarnareglur tóku gildi í Póllandi og Danmörku í dag standa yfir hátíðahöld í Wuhan héraði í Kína. Stjórnvöld þar segja umdeilt sundlaugarpartí sanna sigur Kína á veirunni. Miklar skemmdir sjást á 2 furutegundum í sumar og á héraði litar dautt barr heilu lundina brúna. Skógræktarstjóri segir að furan þoli illa salt sem yrðist yfir landið í janúar. Íbúar höfuðborgarsvæðisins hlupu góðgerðarboðhlaup, sóttu svefnpokatónleika og sleiktu sólina í dag sem sárabót fyrir fjölsóttasta viðburð Reykjavíkurborgar, Menningarnótt. Komið sæl. 115 hafa greinst með kórónuveirusmit á Íslandi þar sem af er ágúst. Nærri fimmfalt fleiri voru að greinast fyrstu 3 vikurnar í mars og apríl. 8 af þeim 9 sem greindust í gær voru í sóttkví. 6 greindust á Landspítalanum og 3 hjá Íslenskri erfðagreiningu. Samkvæmt upplýsingum frá almannavörnum voru allir nema 1 í sóttkví og tengjast einhver smitinn hópsýkingunni á Hótel Rangá. 9 af 11 ráðherrum ríkisstjórnarinnar snæddu þar kvöldverð á þriðjudag og í gærmorgun var talin ástæða til þess að senda þau öll í smitgát og 2 skimanir, þá fyrri í gær og svo aðra á mánudag. Samkvæmt tilkynningu frá stjórnarráðinu sem barst í dag liggja allar niðurstöður nú fyrir og eru þar allar neikvæðar. Þau Katrín, Guðmundur Ingi, Bjarni, Áslaug Arna, Kristján Þór, Þórdís Kolbrún, Guðlaugur Þór, Sigurður Ingi og Lilja þurfa þó öll að hafa hægt sig þar til niðurstöður úr seinni sýnatöku liggja fyrir. Svandís og Ásmundur Einar voru ekki í kvöldverðinum á Hótel Rangá og sluppu því við skimun og smitgát. Í dag eru 112 í einangrun og 655 í sóttkví. Síðustu 3 vikur hafa 115 smit greinst innanlands frá 1. til 21. ágúst. Það vissulega töluverð fjölgun sé miðað við 1. til 21. júlí þegar 3 smit greindust og við sama tímabil í júní þegar við vorum með 7 ný smit og 5 smit frá 1. til 21. maí. En fjöldi greindra COVID-smita þar sem af er þessum mánuði er einungis brot eða 20% af fjöldanum sem greindist fyrstu 3 vikurnar í mars og apríl. Frá 1. til 21. mars greindust 568 með COVID-19 á Íslandi og 565 til viðbótar greindust 1. til 21. apríl. 2058 einstaklingar hafa greinst með sjúkdóminn á Íslandi og af þeim hefur 1936 batnað. 10 létu lífið í vor af völdum veirunnar. Lögreglu barst tilkynning í gær líkfund í skóginum neðan við Hólahverfi í Breiðholti. Ekki hefur tekist að bera kennsl á manninn sem lögregla telur líklegt að hafi látist fyrir nokkru síðan. Miðlæg rannsóknardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu rannsakar málið í samstarfi við kennslanefnd ríkislögreglustjóra. Ekki er talið að svo stöddu að eitthvað saknæmt hafi átt sér stað. Maður sem var á gangi í skóginum hádegisbil í gær gekk fram á líkið í rjóðrinu og gerði þá lögreglu viðvart. Formaður Samtaka ferðaþjónustunnar segir þá ákvörðun stjórnvalda að herða aðgerðir á landamærunum einkennast af upplýsingaóreiðu og markmiðin óskýr. Ferðamálaráðherra hefur kallað eftir ítarlegri efnahagsgreiningu á áhrifum aðgerðanna. Í stöðu uppfærslu á Facebook segir Bjarnheiður Hallsdóttir að með aðgerðunum sé verið að skrúfa fyrir komur ferðamanna til landsins. Fólk í ferðaþjónustunni sé dofið, vonsvikið og í áfalli. Upplýsingaóreiðan leiði til sundurlyndis og reiði milli hópa í samfélaginu. Forstjóri Vinnumálastofnunar sagði í hádegisfréttum að von væri á þungum mánaðamótum hjá stofnuninni. Harðari aðgerðir á landamærunum tóku gildi á miðvikudag. Við vorum að sigla á stað aftur eftir slæman tíma og menn sáu fram á jafnvel að geta endurráðið starfsfólk inn í veturinn en þetta hefur nánast glögt á von. Bjarnheiður segir það geta valdið deilum hversu óskýr markmið stjórnvalda eru. Það sem ég er að eiga á við með því er að það virðist vera sem að sumir hópar eða einstaklingar í samfélaginu áliti að ferðaþjónustan sé eitthvað einangrað fyrirbæri sem hafi engin áhrif á aðra þætti samfélagsins sem er nefnilega alrangt.
Því ferðaþjónustan teygir sig í alla kima samfélagsins sem mun á endanum hafa áhrif á alla. Núna erum við í stöðu sem aldrei hefur komið upp áður. Er hægt að tala réttar eða rangar ákvarðanir í þessu? Það er hægt að tala réttari og rangari ákvarðanir. Ferðamálaráðherra lagði til við ríkisstjórnina á þriðjudag að unnin yrði ítarleg efnahagsgreining á aðgerðunum. Við erum að taka ákvarðanir með skömmum fyrirvara og við stöndum einfaldlega frammi fyrir því að það er ekki hægt að tryggja fyrirsjáanleika eða gefa skýr svör fram í tímann. Og það er bara ofboðslega þungt. Gagnrýni á aðgerðir ríkisstjórnarinnar hefur meðal annars komið úr röðum Sjálfstæðisflokksins. Það koma ekki óvart. Mér þætti mjög skrítið ef við værum ekki að spyrja gagnrýndar spurninga og við erum einfaldlega þannig umhverfi að það væri hættulegra ef enginn væri að því. Félags- og barnamálaráðherra vonar að hertar sóttvarnaráðstafanir verði til þess að fötluð og langveik börn geti brátt tekið virkan þátt í samfélaginu á ný. 50 fjölskyldur hafa þurft að halda sig heima síðan faraldurinn hófst. Að sögn framkvæmdastjóra félags einstakra barna hafa fleiri foreldrar þurft að minnka við sig vinnu til að vera heima með börnum sínum, jafnvel mánuðum saman. Við myndum telja að hjá okkur væri þetta 50 fjölskyldur í það heila, þá með börn sem að fóru í þessa aðstæður eins og þeir lýstu feðgar, þar sem að þjónusta féll niður eða var lokað og ábyrgðin lenti öll á herðum foreldra. Þessir foreldrar horfa líka á það hvað býður núna. Byrja skólar, stoðþjónusta, stuðningskerfið, byrjar það allt upp á nýtt. Félags- og barnamálaráðherra vonar að þjónusta við þennan hóp verði ekki skert í vetur. Ég bind miklar vonir við það að ákvörðun sem tekin var í sóttvarnarmálum geti gert það verkum að þessi viðkvæmi hópur sem því miður er ekki sá háværasti alltaf í samfélaginu, að hann geti á næstu vikum farið að lifa eðlilegra lífi á nýjan leik. Ef ekki, þá munum við þurfa að grípa til sértækra aðgerða. Guðrún segir stöðuna líta ágætlega út varðandi opnun skóla og frístunda. Aftur á móti sé mikið misræmi milli viðbragða sveitarfélaga, stofnana og hverfa. Það misræmi á milli hverfa og þjónustu deilda innan hverfis. Það misræmi á milli sveitarfélaga og síðan takast ríkið og sveitarfélagin á hver á að veita hvaða þjónustu. Hún kallar eftir samræmdum viðbrögðum og áætlunum ef veiran fer aftur á stað. Við köllum í raun og veru bara eftir samræmi og samtali. Við viljum ekki sjá það sem að við horfum upp á, úrræðaleysi í raun og veru og ósamræmi. Þúsundir íbúa í Wuhan héraði í Kína fögnuðu fyrir vikunni því sem þau kalla sigur yfir veirunni með því að svamla saman í sundlaugapartíi. Sóttvarnareglur voru hins vegar hertar í Danmörku og Pólandi í dag. 800.000 hafa nú dáið af völdum COVID-19. Yfir 23 milljónir hafa greinst með kórónuveiruna á heimsvísu og síðasta sólarhring dóu tæplega 6.000 af völdum sjúkdómsins. Flest voru dauðsföllin í Bandaríkjunum, Brasilíu og á Indlandi, þar sem faraldurinn er enn í örum vexti. Hertar sóttvarnareglur tóku gildi í Pólandi í dag eftir að smitum fór að fjölga að nýju. Þá hafa Danir skylda alla til að bera grímu í almenningssamgöngum. Þeir sem fara ekki eftir reglunum þurfa að borga 2.500 danskar krónur í sekt, jafn fyrir tæplega 55.000 króna. Men jeg tror ikke, det er noget, der kommer til et redskab, der kommer til at blive brugt synderligt, fordi danskerne er nogle ganske fornuftige mennesker. Altså, jeg begynder at vende mig til det stille og roligt, for jeg har gjort det i et stykke tid, men det var meget klaustrofobisk lige i starten, vil jeg sige. Jeg synes, man har set det mere og mere i offentlig transport på det seneste, så at det er et krav, det synes jeg kun er godt, så er alle ligesom på samme stadie. Þrátt fyrir að víða sé verið að herða aðgerðir á það ekki við Wuhan héraði í Kína, þar sem veiran braust fyrst út. Stjórnvöld þar telja sig hafa náð stjórn á útbreiðslunni og skipulögðu því vikulanga bjórhátíð með það fyrir augum að laða að ferðamenn. Þúsundir mættu í sundlaugarpartí þar fyrir í vikunni og segja kínversk stjórnvöld partíið sanna sigur Kína á veirunni. 很多地方走下发现大家都每个人都是已经把这个整个软奶的那种恐惧或者说不好的东西都已经放下来了。 I feel like it's a great opportunity to tell the people in other cities in China say Wuhan is fine and we are definitely fine, doing it well. Svíar skreyta nú heimili sín sem aldrei fyrr og húsgagnaverslanir og mörg ferðaþjónustufyrirtæki blómstra þrátt fyrir efnahagssamdrátt. Fátt bendir þó til þess að Svíþjóð komi betur en önnur ríki undan faraldrinum. Svíar eru brattir þegar langt er liðið á sumarið en þar eins og hér ferðuðust margir innanlands vegna faraldursins.
Í því fólust ýmis tækifæri fyrir ferðaþjónustuna þó stærstu hótelkeðjurnar og ferðaþjónustufyrirtækin finni fyrir miklum samdrætti vegna fækkunar erlendra ferðamanna. Það eru smærri fyrirtækin sem bjóða upp á ýmsa afþreyingu sem blómstra. The summer is not over yet, but we've been boosted maybe like 40 or 50% from last year, which was also a really good year, so we didn't expect that. Sænsk stjórnvöld settu ekki jafn íþyngjandi reglur á flest önnur til að hefta útbreiðslu veirunnar en tókst þrátt fyrir það ekki að vernda efnahagslífið eins og ætla mætti. Þar þó bjartara yfir en víða annars staðar. Á öðrum ársfjórðungi dróst sænskur efnahagur saman rúm 8%, miðað við sama tímabil í fyrra en meðaltal evruríkjanna var nærri helmingi hærra. Svíar vörðu þó eins og aðrir greinlega miklum tíma innan veggja heimilisins. The winning parts of retail this far is construction, building material, furniture, home decoration, everything that has to do with the home. And on the losing side we have shoes, clothes, watches and jewelry. These kinds of goods have become less important when more people working from home and we don't gather anymore in larger contexts. Stefna Svía var einnig afslappaðri við landamærin. Þangað hafa farþegar frá ríkjum innan evrópsku efnahagssvæðisins mátt ferðast. Enginn skimaður við landamærin og farþegar þurfa ekki að fara í sóttkví við komuna til landsins. Skárra efnahagsástand hefur þó kostað sitt, en rúmlega 5.800 hafa látist, mun fleiri en í nágrannaríkjunum. Nokkur hundruð smit eru enn að greinast daglega en faraldurinn hefur verið á niðurleið síðan í júní, þrátt fyrir að ekki hafi verið gripið til neinna sérstakra aðgerða. Telling us that a lockdown for getting down the infection rate is not necessary as such. We need to have sustainable recommendations, regulations to do this. After the autumn, we need to sort of stick to this policy now very, very, very hard. And I think many countries are reflecting on how to cope with autumn because they've tested everything already. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Alexei Navalny berst nú fyrir lífi sínu á sjúkrahúsi í Berlín. Navalny var fluttur með sjúkraflugi frá Síberíu til Þýskalands og lenti í Berlín í morgun. Hann í dái eftir að hafa drukkið það sem stuðningsmenn hans segja hafa verið eitrað te og saka rússnesk stjórnvöld ódæðið. Hann veiktist skyndilega borð í flugvél á leið til Moskvu í Rússlandi á fimmtudag en vélinni var nauðlent í borginni Omsk í Síberíu vegna veikinda hans. Upphaflega átti að flytja Navalny til Þýskalands í fyrrinótt en rússneskir læknar sögðu ástand hans ekki nógu stöðugt. Honum nú haldið sofandi í öndunarvél og ástand hans sagt stöðugt en alvarlegt. Dalabyggð hefur bæst í hóp sveitarfélaga sem vilja losna undan rekstri hjúkrunarheimila. Sveitarfélagið hefur leitað ýmissa leiða til að leysa rekstrarvanda síns heimilis. Lengi hefur verið halli á rekstri hjúkrunarheimilisins Silfurtúns í Búðardalinn og síðastliðnum áratug uppsafnaður halli 300 milljónir króna. Sveitarfélagið leitaði til Heilbrigðisstofnunar Vesturlands að taka við heimilinu fyrr í ár í vonum að losna undan rekstrinum. Forstjóri HVF svaraði því til að engar forsendur væru fyrir því. Dalabyggð sendi þá heilbrigðisráðuneyti fyrirspurn möguleika á fjölgun hjúkrunarrýma í Silfurtúni. Þar eru 10 hjúkrunarrými og 2 dvalarrými en sveitarfélaginu reiknast til að með því að bæta við 2 rýmum kæmi reksturinn út á núlli. Í Silfurtúni þegar húsnæði til staðar og því ekki þörf á framkvæmdum til að fjölga rýmum. Það kemur fram í svarinu að Vesturland, það sé ekki í forgangi með fjölgun dvalarrýma og hjúkrunarrýma. Ráðuneyti svaraði þá ekki spurningu Dalabyggðar hver afstaða ráðherra væri til þess að HVF tæki yfir rekstur Silfurtúns. Þó nokkur fjöldi sveitarfélaga hefur annaðhvort þegar sagt upp samningi rekstur hjúkrunarheimila eða sagst vilja skila rekstrinum til ríkisins. Þeirra á meðal eru Akureyrarbær, Vestmannaeyjarbær, Hornafjörður, Garðabær og Ísafjarðarbær. Kristján segir löngu tímabært að ríkið leysi úr málum hjúkrunarheimila á landsvísu. Samkvæmt lögum þá ber ríkið ábyrgð á þessum málum en að því að sveitarfélög hafa einhvern tímann komað að þessu þjónustu að því að þetta er jú nauðsynleg nærþjónusta að þá bara mega menn bara eiga það áfram. Stafafura og skógafura hafa skemmst af völdum sjávarsalt sem yrðist yfir allt landið í miklu óveðri í janúar. Trén hafa eins konar ofurnæmi fyrir saltinu. Ég held að það hafi verið 8. janúar síðastliðinn vetur
þegar var mikið vestan hvassviðri og ljós sjó yfir allt landið. Þá skemmdust þessar nálar. Ónæmisviðbrögð trésins eru þau að fylla sprotann af harpyxi til þess að loka hann af því að þetta gæti verið sveppasýking eða einhver önnur sýking og það þekkir náttúrulega ekkert muninn á saltákomu og sveppasýkingu og það lokar greinina af og fórnar henni. Margir hafa tekið eftir óvenju miklum skemmdum í stafaföru og skógarföru í sumar. Víða má sjá dauðasprota og ljóst að sum trén verða lengi að ná sér. Skógræktin með tilraunalund á Höfða innan við Egilsstaði með ólíkum kvæmum af stafaföru. Þar sést greinilega að þau þola saltið misvel. Skemmdirnar eru allt land en óvenju miklar á Austurlandi núna enda sjaldgæft að saltveður úr vestri nái alla leið austur. Svona skemmdir eru algengari á vestanverðu landinu af því að svona saltveður eru algengust í vestanáttum og suðvestanáttum. Þannig að þau eru algengari þar og við höfum þess vegna lagt meiri áherslu á að nota kvæmi sem að þola þetta betur á vestanverðu landinu og Suðurlandi eins og til dæmis stafaföru frá Skagvei. Hér fyrir austan höfum við ekki þurft að passa okkur svo vel að velja akkurat þau kvæmi þannig að við erum með kvæmi hér af stafaföru og sérstaklega skógarföru hérna eins sem við sjáum sem að hafa eiginlega ekki þol gagnvart svona saltákomu. Sprotarnir sem eru svona mikið skemmdir þeir eru dauðir og mun ekkert lifna aftur en innanum eru allstað grænir sprotar sem að munu síðan taka við að vaxa. Og tréð mun grænka fyrir rest. Og það er bara að taka fram að ríkið hefur nú tekið yfir rekstri hjúkrunarheimila á Akureyri í ljósi þess sem framkom í fréttinni hér á undan dvalarheimili. Bútur af bókaleðri, innsiglshringur og borði með ævafornu letri meðal þess sem fundist hefur við fornleifarannsóknir í rústum Þingeyrarklausturs. Þar á að rannsaka þá miklu ritmenningu og bókagerð sem framfór í klaustrinu. Á Þingeyrum var rekið klaustur í meira en 4 aldir og þar voru rituð og gefin út mörg af merkustu handritum Íslendinga. Flateyjarbók þar á meðal. Það er búið að rýna mjög mikið í þessi rit, hvað stendur í þeim, en það hefur ekki áður verið leitað leyfa eftir bókagerðina sjálfa. Það sé ekki viðbúið að þarna finnist heillegar bækur eða handrit, frekar ummerki bókagerðina, sútun, skinna og þess háttar. Þetta var nú kálskinn mest sem voru notuð og að leita beinum, dýrabeinum og þess háttar og svo náttúrulega ýmiss konar leifar, litanasteina og annað sem að fylgdi þessu. Uppgröfturinn hófst 10. ágúst og eftir að hafa grafið í gegnum leifar yngri bygginga ofan á sjálfum klausturrústunum hópurinn nú að nálgast klausturtímann. Og það að koma upp gripir sem að gætu verið frá þeim tíma en við erum líka að finna gripir sem eru yngri frá 16. öld. Klausturinn var lokað á 16. öld sko. Meðal annars hefur fundist leðurbútur sem Steinunn telur að gæti hafa verið utan bók, innsiglishringur og nokkrar bænaperlur. Einnig þessi borði með höfðaletri eða gotnesku letri sem eldra. En þetta gæti verið vísan í einhverja biblíutexta eða. Þingeyrarklaustur var gríðarstórt og Steinunn segir þau aðeins ná að grafa í litlum hluta rústana í sumar. Þannig að þetta gæti orðið áratugaverkefni ef það er haldið áfram stöðugt sko, en við erum að gera okkur vonum að getum verið hérna í nokkur ár, 5 ár kannski. Veðrið hefur leikið við íbúa höfuðborgarsvæðisins undanfarið og var dagurinn í dag engin undantekning. Þó að menningarnótt, Reykjavíkurmaraþon og fleiri viðburðir hafa þurft að víkja fyrir veirunni fann fólk sér ýmislegt til dundurs eins og góðgerðarboðhlaup, sunnuþon og almenn notalegheit. Fornar súlur flut á land í den tíð, þræla hyskið þefaði og brakið í Reykjavík og rúmum 1000 árum síðar fluttum við úr Múlakampnum upp í Hlíðar.
Já, það hefur verið líf og fjör alla borg í dag, en undir venjulegum kringumstæðum ætti að vera allt kjaftfullt af fólki hér í borginni, en vegna aðstæðna var nú ekki hægt að halda menningarnótt. Þess í stað voru haldnir fleiri svona minni viðburðir og meðal annars hér við tjörnina voru haldnir nokkurs konar svefnpokatónleikar. Ása Dýradóttir, verkefnisstjóri Listahátíðar, búið að vera útilegu stemning hér í dag? Já, það er búið að vera mjög góð stemning. Fólk búið að hjúfra sig í svefnpokum og teppum og bara undir byrjumhimni í allan dag, bara æfi. Hvernig hefur gengið að viðhalda sóttvörnum? Bara mjög vel. Ég hérna með priki góða. Ég er búin að stíga í sundur manni og öðrum hérna í allan dag og við erum með bara spritt út allt og grímur og hanska og bara neymitt. Og fólk, það þarf vel ekkert að segja fólki hvað að gera. Það er allir með þetta á hreinu. En hvernig hefur svona aðsókn verið á viðburðina? Bara góð. Þannig, við tökum ekki fleiri en 100 og við erum ekki búin að geta haldið viðburði innandyra í Iðnó. Við erum búin að vera prógrammar í Iðnó í sumar og við þurftum að hætta því og þess vegna erum við bara að leita nýra leiða eins og í dag hér. En finnurðu að fólk sakni þess að halda svona hefðbundna menningarnótt? Já, ekki í dag. Það er ekkert að sakna þegar sólin skín. Þannig að þetta bara, í dag var þetta nákvæmlega eins og þetta átti að vera daginn í dag. Og ég held að auðvitað eru allir bara spenntir fyrir næsta ári en dagurinn í dag var alveg príma, engin saknaði eins. Takk fyrir þetta, Ása, og við vonumst bara til að geta fagnað á hefðbundinni menningarnótt hér að ári. Takk fyrir það, Andri Yrkill í Hljómskálagarðinum. Og þá á veðrinu, það var sólríkt á landinu í dag og náði hiti hæst 18 stigum á Suðurlandi. Litla breytingar verða á veðrinu næstu daga og því eru fínustu aðstæður til útivistar víða landin. Það Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum, en Kristjana Arnarsdóttir sér þær í kvöld. 2 leikir fara nú fram í 8 liða úrslitum meistaradeildar kvenna í fótbolta. Sara Björk Gunnarsdóttir og ríkjandi Evrópumeistari Lyon spila nú við Bayern München. Stephen Lennon skorði 3 þegar FH burstaði HK í Kaplakrika í úrvalsdeild karla í fótbolta í dag. Og þrátt fyrir að Reykjavíkur maraþoninu hafi verið aflýst ákvað góður hópur hlaupara að hlaupa heilt maraþon á hlaupabrautin á Varmárvelli í Mosfellsbæ. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og áður kveðjum ykkur rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Öll kórónuveirusýni sem tekin voru úr ráðherrum ríkisstjórnarinnar í gær reyndust neikvæð. Heildarfjöldi smita í ágúst er nærri 5-fall lægri en á sama tímabili í mars og apríl. 9 greindust með COVID-19 í gær. Harðari aðgerðir á landamærum slökktu vonir ferðaþjónustufyrirtækja að geta endurráðið starfsfólk í haust. Ferðamálaráðherra segir gagnrýnina skiljanlega og kallar eftir úttekt. Á meðan hertar sóttvarnareglur tóku gildi í Pólandi og Danmörku í dag standa yfir hátíðahöld í Wuhan héraði í Kína. Stjórnvöld þar segja umdeilt sundlaugarpartí sanna sigur Kína á veirunni. Miklar skemmdir sjást á 2 furutegundum í sumar og héraði litar dautt barr heilu lundina brúna. Skógræktarstjóri segir að furan þoli illa salt sem yrðist yfir landið í janúar. Og íbúar höfuðborgarsvæðisins hlupu góðgerðarboðhlaup, sóttu svefnpokatónleika og sleiktu sólina sem sárabót fyrir fjölsóttasta viðburð Reykjavíkurborgar sjálfa menningarnótt. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn RÚV.is uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að hægt er að horfa á þennan fréttatíma og annað fræðslu og skemmtiefni í RÚV appinu, en þessum fréttatíma er lokið. Hafið það gott og verið sæl.